Jæja, komið sæl. Í framhaldi af því sem ég var að tala hérna síðasta hvíldardag, þá langar mér að halda áfram aðeins, þar sem, kannski frá var horfið, en ég ætla, eins og þið kannski munið, þá var ég að tala 7 yfirlýsingar Jesú Krists á krossinum, þegar hann var á krossinum og komið þessar yfirlýsingar sínar á krossinum. En núna er hann upprisinn. Og mér langar að fjalla þessum atburði sem átti þessi stað eftir að hann reis upp. Og þó sérstaklega hann Tómas, efasemdamanninn Tómas. Og það er ýmislegt sem við getum lært af honum Tómasi og reynslu hans. Hann er oft nefndur vegna efasemdana upprisu Jesú. Og það segir frá því í Jóhannesar Guðspjalli 20. kapla, 24 og 25. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesú kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, við höfum séð Drottinn. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans mun ég alls ekki trúa. En þrátt fyrir þetta þá finnst mér að Tómas hann fái kannski svolítið ósangjarna gagnrýni fyrir efasemdir sínar. Og ég er ekki viss að Tómas hafi verið svo vantrúaður, hann hafi verið trúaður maður. Hann var lærisveinn Jesú Krists. Hann var einn af þeim sem að Jesú bað fyrir alla nóttina og hann er einn af apostolunum. Og við vitum það úr Lúkasar Guðspjalli 6:12 að Jesús eyddi allri nóttinni í bæn áður en hann valdi Tómas og hina lærisveinana. Og við vitum líka að þegar Jesús talaði að fara aftur til Júdeu, þangað sem að allir leiðtogarnir vildu drepa hann, að þá var það Tómas, hann var sá eini sem var tilbúin til að fara þangað. Jafnvel þó að það geti kostað hann lífið. Hann var tilbúin til að ganga í opinn dauðan fyrir Jesú, eins og við sjáum þarna í Jóhannes 11:16. Tómas sem nefndist Tvíburi, sagði þá við hina lærisveinana, við skulum fara líka til að deyja með honum. Og aðrir lærisveinar vildu ekki fara þangað. Þetta ætti að segja okkur að Tómas, hann hafði mikla trú og hugrekki. Hann var tilbúin til að fylgja honum hvert sem hann fór. Og þannig þurfum við líka að fylgja lambinu hvert sem það fer. En Tómas, hann var praktískur maður sem hafði spurningar og hann var raunsæis maður. Og Jesús segir frá því í Jóhannes 14. kapla að hann færi burt að búa þeim stað. Og hann sagði, í húsi föður míns eru margar vistaverur. Og svo sagði hann, veginn þangað sem ég fer þekki þér. En Tómas, hann var sá eini sem hann spurði Jesú nánar út í þetta. Og hann sagði, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Og við getum verið þakklátt fyrir það að Tómas, hann spyr slíkra spurninga. Vegna þess að til að svara Tómasi, þá fengum við mjög mikilvæga yfirlýsingu frá Jesú. Það lesum við Jóhannes 14:6. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Tómas spurði þessara mikilvægu spurningar og hann einfaldlega segir, við vitum ekki hvert þú ert að fara. Hver er leiðin? Og þá gafst Jesú tækifæri til að lýsa þessu yfir. Ég er vegurinn, ég er sannleikurinn, ég er lífið. Gríðarlega mikilvægt. Og stundum er það litið á hornauga að við séum að spyrja allt mikilla spurninga, eins og það sé svo slæmt að spyrja. Og það er allt í lagi að spyrja spurninga. Sérstaklega þegar þú ert í trúar kreppu eins og Tómas, eins og hann var eftir að hafa orðið vitni af krossfestingu Krists.
Það voru allir í einhvers konar trúarkreppu eftir það. Og Tómas, hann var nýbúinn að verða vitni að dauða frelsara síns, Messíasar, og hann hafði spurningar. Hann var í trúarkreppu og spurningar þar eiga alveg rétt á sér. Spurningar í lagi. Og Guð alveg sáttur við það að við spyrjum spurninga. Frekar en að gangi burtu frá sambandi þínu við hann, vegna þess að þú ert vonsvikinn eða hefur orðið fyrir vonbrigðum. Og Davíð, hann spyr oft spurninga í sálmónum þegar hann á flótta undan Sál, mitt í öllum kreppunum sem hann gekk í gegnum. En samt var hann maður eftir Guðs hjarta, eins og við lesum í Póstulasögunni 13:22, en hann spurði spurninga. Og þegar hann spurði þessara spurninga, þá gaf Guð honum svör. Hann fór því frá því að vera fullur af spurningum yfir í að öðlast trú og von á ný. Nú Marta, þegar að Lasarus dó, var eflaust með margar spurningar og hún sagði einfaldlega: Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En hún var líklega í raun að spyrja: Herra, hvers vegna gast ekki verið komin hér fyrir? Hvar varstu? Hún hafði spurningar fyrir Jesú og þá getur Jesú svarað spurningum hennar eins og við lesum þegar hann segir: Ég er upprisan á lífið og sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Spyr Jesús. Hann svarar spurningum hennar, en það byrja á því að spurningar eru bornar upp og spurningarnar eru í lagi. Og sennilega hafði Páll margvíslega spurningar þar sem hann var með þennan flein í holdinu og hann bað 3 sinnum að Guð tæki þennan flein í burtu. En hann gerði það ekki. Það vekur upp nokkra spurningar. En aftur svaraði Guð spurningunum og sagði: Náð mín nægi þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Í veikleika þínu mun kraftur minn birtast. En að þessari spurningu var svarað. En oft er það þegar við vitnum fyrir öðrum að koma upp margvíslega spurningar. Margir sem hafa ekki lesið Biblíuna mikið telja hún sé full af mótsögnum. Og þá er oft spurt: hvernig getur þau sagt að þessi bók hafi enga villur? Hún er skrifuð á 1500 ára tímabili. Hvernig heldur allir þessir höfundar hafi geta skrifað þessa bók án þess að gera mistök? En það er vegna þess að hún er innblásið orð Guðs. Hún er í raun skrifuð af Guði sjálfum. Það er Guð sem blés mönnum í brjóst að skrifa það sem þeir skrifuðu. Og aðrir vilja segja að þetta er svo gamalt, yfir 2000 ára gamalt og úrelt. En þegar við gefum okkur að lestri orðsins, þá sjáum við að þessi bók, hún er sannleikurinn. Það er ekki einustu villu að finna þar. Allar 66 bækurnar innblásnar af Guði, Guðs anda, fullkomin eining, frá fyrstu Mósebók til Opinberunarbókarinnar. Við þurfum bara að skoða betur, setja okkur betur inn í orðið og þá er okkar spurningum svarað. Þannig að það er í lagi að hafa spurningar ef við erum tilbúin til þess að leyfa Guði að svara þeim. Og svo sjáum við Tómas efast svolítið og hann er með nokkra spurningar, en við munum sjá á eftir að hann gefur frábæra yfirlýsingu Jesú Krist. En í Jóhannes 20. kapla vers 24 þar segir: En einn af þeim 12, Tómas, nefndur Týpuri, var ekki með þeim þegar Jesú kom. Og það er athyglisvert. Tómas, hann missti af því þegar Kristur birtist lærisveinunum eftir upprisuna. Hvar var hann? Hvernig stóð á því að hann missti af þessu? Nú förum aðeins ofar í þennan sama kapla, vers 19.
að þar segir að kvöldu þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og hafðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: friður sé með yður. Og þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu, og lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu drottinn. Og þá sagði Jesús aftur við þá: friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Tómas, hann missti af þessu. Og hvers vegna? Sennilega vegna þess að hann var í trúarkreppu. Hann hefur líklega hugsað með sjálfum sér: þeir munu koma saman aftur, þeir munu leggjast á bæn og aftur og saman þarna inni í loftsalnum. Ég ætla ekki að fara þangað, ég er búin að fá nóg af þessu. Ég tek ekki þátt í þessu meira. Og hverju misti hann af þegar þeir söfnuðust saman? Hann misti af því þegar Jesús birtist þeim, fyrst eftir upprisuna. Hann fór við mis við það. En nú þurfum við að átta okkur á einu: hverju lofaði Jesú þegar trúaðir koma saman í Jesú nafni? Hverju lofar Jesús? Því að hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Svo það sem við sjáum hér er að við viljum ekki missa af því að koma saman sem lærisveinar Jesú. Því hvað gerist þegar við komum saman? Jesús birtist. Í hvert skipti sem við komum saman þá er nærvera Guðs, nærvera Jesú á þeim stað, vegna þess að hann lofaði því. Við ættum því ekki að gera okkur upp afsakanir og segja að það viðrar ekki svo vel í dag að fara út, best að sleppa því að fara í kirkju í dag, eða ég átti erfiða viku, ég þarf að sofa út, best að gefa kirkjunni frí í dag. Hvers vegna myndir við vilja gera það, þegar það er í kirkjunni sem að Jesús mætir okkur, sínu fólki? Og lærisveinarnir þeir söfnuðust saman og Jesús birtist þar. Af hverju myndir við vilja missa því? Nú sumir sleppa því að koma í kirkju einfallega ef uppáhaldsliðið í fótboltanum er að spila eða eitthvað álíka, eins og það sé ekki hægt að missa því. Ekki missa því að koma saman með trúsískinum, því þar hittum við Jesú og það er kraftur í því. Nú margir hafa mist áhugan á því að koma í kirkju vegna þess að kirkjan er líflaus og svo virðist sem engin annar vilji vera þar heldur. En kannski vantar einmitt þig til að koma lífi í þetta allt saman. Kannski er vandamálið að við trúum því í raun ekki að Jesús sé hér í eigin persónu. Og ef við virkilega trúum því að við komum hér saman til að hitta Jesú, ætti við þá ekki að vera tilbúin til að leggja mikið á okkur til að vera hér? Ætti við þá ekki að vilja vera hér sem oftast? Koma saman og hitta Jesú, samfarast enn betur að hann er sannarlega upprisinn og lifir mitt á meðal okkar. Nú svo eru margir sem eru kannski að hlusta á þetta hér í útvarpinu eða á netinu. Hvers vegna ertu ekki hér? Það er ekki það sama að hlusta bara á netinu. Við höfum þörf fyrir samfélag við hvort annað. Þú þarfnast okkar og við þörfnumst þín. Kirkjan, hún er fólkið. Það er ekki hægt að vera kirkja öðru sem að koma saman í samfélagi. Koma saman og þá mun Jesús sjálfur birtast okkur. Sennilega ekki líkamlega, en hann birtist okkur í samfélaginu. Og Tómas mista því vegna þess að hann var ekki samankominn með lærisveinunum. Hann mista af Jesú, ekki missa af Jesú. Nú förum í vers 25. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: við höfum séð drottinn. En hann svaraði: sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Þetta var viku seinna og hann tekur þessa afstöðu. Ég er ekki að fara að trúa þessu. Og ég sé fyrir mér alla hina lærisveinana eins og Pétur eða Jóhannes eða Jakob eða hvert sem er.
Tómas, við sáum Drottinn, við sáum naglaförinn, við sáum hann, gegnum stungnar hendur hans, við sáum hann. Og þeir hafa eflaust reynt alla vikuna að samfara hann og löng vika hjá Tómasi. Og þegar þeir ítrygguðu þetta við hann, þá get ég séð Tómas fyrir mér. Hann vildi fá sönnunargögn. Hér er annar punktur varðandi trú. Ekki aðeins er að þegar trúaðir safnast saman hittum við Jesú, við upplifum nærveru hans, heldur er hér önnur lexía. Það er ekki aðeins það að það er í góðu lagi að spyrja Guð spurninga og Guð vill stundum gefa okkur sannanir. Hann birtist sérstaklega Tómasi til að gefa honum sannanir. Hann gefur honum sönnunargögnin sem hann þarf. Og ef við gefum okkur tíma til að rannsaka upprisu Krists, gefum okkur að því, þá getum við fengið allar þær sannanir sem okkur þarfnast. Og hvernig var það með Tómas? Hvar var hann staddur þegar hann fekk sönnunina sem hann þurfti? Hann var í samfélagi með hinum trúuðu. Og það er einmitt í samfélagi hinna trúuðu sem Jesús birtist okkur og samfærir okkur að hann er raunverulegur. Hann er upprisinn og hann lifir. Og það er gríðarlega mikilvægt að trúa á upprisu Krists. Hvers vegna er það? Sjáðu hér í 1. Korintubréfi 15, 13-20. Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýtt predikun vor, ónýtt líka trúiðar. Við reynumst að vera ljúfvottar Guð, þar við höfum vitnað Guð og að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið. Svo framalega sem að dauði rísa ekki upp, því að ef dauði rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar, og þá er einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir, og ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá eru við aumkunarverðastir allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Og við sjáum það í Apostolasögunni að þeir virkilega trúðu á upprisu Krists. Þeir voru ekki fullir vonleysis eins og þeir hefðu enga von. Þvert á móti sjáum við að von þeirra var sterk. Og hvernig sjáum við það? Við sjáum það meðal annars á því hvernig þeir komu saman á hvíldardögum. Þeir safnast saman í loftstofunni. Við lesum hér í Apostolasögunni 20. kafla. Fyrsta dag vikunar við vorum samankomnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum samankomnir. Ungmenni eitt, Eftíkus að nafni, sat í glugganum, seig á hans svefnhöfgi Páll ræddi svo lengi og féll hann sofandi ofan af 3. lofti. Hann var liðinn þegar hann var tekinn upp. Og Páll gekk ofan, varpaði sér yfir hann, tók utan hann og sagði, verið stiltir, það er líf með honum. Fór hann síðan upp, braut brauðið og neytti og talaði enn lengi, allt fram í dögun, og svo búnu hélt hann brott, en þeir fóru með sveinin lifandi og hugguðust mikillega. Þarna sjáum við að þeir höfðu augljóslega verið saman allan hvíldardaginn og það var komið kvöld og þeir voru ennþá saman. Páll var enn að predika. Hann predikar fram á nótt. Slíkur var áhuginn á að vera saman og hlýða á orð Guðs. Það hljómar ekki eins og þeir hafa verið vonlausir eða huglausir. Þeir voru fylltir af krafti heilags anda til að predika orðið, enda höfðu þeir séð upprisinn frelsara sinn og trúðu því að það sem Kristur reis upp frá dauðum, þannig getur hann einnig reist upp alla þá sem sofnaðir eru í trú á hann. Og það eru nokkur atriði sem er nauðsynlegt að koma fram í hvert sinn sem við vitnum í þennan texta. Og í fyrsta lagi það að þeir brutu brauð saman sannar ekki að heilaga kvöldmáltíð hafi verið að ræða. Það er samt ekkert útilokað að svo hafi verið,
En það að brjóta brauð getur einnig þýtt að þeir hafi einfaldlega verið að borða saman. Það segir þarna í íslensku þýðingu að þeir hafi verið að brjóta brauðið. En það í raun ekkert sem bendir til þess að þeir eigi að vera ákveðin greinir á brauðinu. Það segir einfaldlega að þeir hafi brotið brauð sem þeir gerðu á hverjum degi. Nú það að brjóta brauð, jafnvel þó að sé að ræða brauðsbrotningu sem Kristur stofnsetti, sú athöfn gerir daginn sem það framkvæmt á ekki að hvíldardegi. Slík brauðsbrotning getur átt sér stað hvaða dag vikuna sem og fyrsta brauðsbrotningin átti sér stað á fimmtudagskvöldi. Það eins og við teljum dagana, en á föstudagskvöldi eins og þeir gerðu það, því á þeim byrjar dagurinn þegar sólin sest. Þannig var það einnig þarna að hann var að predika kvöldið fyrsta dag vikunar sem við myndum kalla laugardagskvöld. Og það sannar ekki að þeir hafi verið búnir að flytja helgihald hvíldadagsins yfir á sunnudag. Það sýnir aðeins hversu mikið þeir elskuðu hvíldadaginn. Það sýnir aðeins hversu mikið þeir vildu vera saman á þessum degi. Þeir vildu ekki að honum lyki. Og þannig héldu þeir áfram að vera saman fram á kvöld, jafnvel fram á nótt, þannig að það var komið sunnudagur eða fyrsti dagur vikunar eins og þeir kölluðu hann. Síðan sama dag, sunnudag, héldu þeir á brott, sem væri undarlegt ef sunnudagurinn, fyrsti dagur vikunar, væri nú orðin helgur dagur. Þá hefðu þeir ekki farið burt þann sama dag. En nóg það, ég vildi bara sýna fram á hversu áhugasami þeir voru að koma saman, sem sýnir okkur hversu mikla trú þeir höfðu á upprisu frelsarans. Það gaf þeim vonum sína eigin upprisu, það sem Kristur frumgróðinn. Það var sú sannfæring sem gaf þeim eldmóð til að predika, ekki bara allan hvíldadaginn, heldur áfram eftir sólsetur, eftir að fyrsti dagur vikunar hafi gengið í garð og langt fram á nótt. Svo það í sjálfum sér ákveðin sönnun fyrir upprisu Krists, þegar við sjáum eldmóð þeirra við predikun orðsins. Það eitthvað mjög merkilegt hafi gerst. Jesús reis upp úr gröfinni og þeir voru fylltir eldmóð að predika þennan sannleika. Þeir höfðu skýra mynd af hinum upprisna Kristi í huganum. Það eru líka sönnunargögn frá öðrum sem urðu vitni að upprisunni. Við lesum í 1. Korinthubrefi 15. kafla. Skulum lesa önnur vitni upprisunar og vers 3-8 þar sem segir: Því það kenndi ég yður fyrst og fremst, sem ég einnig hef meðtekið, að Kristur dó vegna voru að synda samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á 3. degi samkvæmt ritningunum og hann birtist Kefasi, síðan þeim 12, því næst birtist hann meira en 500 bræðrum í einu, sem flestir á lífi allt til þessa, en nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því næst postulunum öllum, en síðast allara birtist hann einnig mér, eins og ótímaburði. Þannig að viltu fá sannanir fyrir trúðinni, alveg eins og Tómas vildi sannanir. Skoðaðu þessa frásagnir. Það voru yfir 500 manns sem báru upprisu hans vitni. Nú hversu marga þurfum við í dag til að handtaka einhvern og setja hann í fangelsi? Það sem eftir ævinar. 2-3 vitni. En Páll sagði við höfum 500 vitni. Og þegar hann skrifar þetta voru mörg þessara vitna á lífi. Þetta fólk sannar réttmætið upprisu Jesú Krists. Þannig höfum við sannanir fyrir upprisunni. Og takið eftir að hann segir í tvígang samkvæmt ritningunum. Hvaða ritningar hann að tala um? Þeir höfðu bara Gamla testamentið. Hann að vísa til þess að það rættist allt samkvæmt því sem hafi verið sagt fyrir í ritningunum, Gamla testamentinu. Allir spádómarnir sem sögðu svo nákvæmlega fyrir Jesú. En Tómas sagði: sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og get sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hann ætlar ekki að trúa því sem gerðist.
Og svo segir í versi 26 að vikuliðinni voru lærisveinar hans aftur komnir inn og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar og þá kom Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: friður sé með yður. Og við getum séð fyrir okkur alla hina lærisveinana gjóa augunum að Tómasi. Við getum séð það fyrir okkur: ég sagði þér það. Kannski sögðu þeir það ekki uppátt, en þeir hafa örugglega hugsað það. Og Jesús birtist rétt eins og hann hefði gert viku áður og segir: friður sé með yður. Við þurfum að átta okkur á því að hann Tómas, hann í trúarkreppu. Hann ekki tilbúin til að trúa. En tökum eftir einu. Hvar er Tómas? Hann saman kominn með hinum trúuðu. Og það mikilvægt fyrir okkur að sjá, því að hann gæti hafa hugsað með sér eins og hann hefði gert viku áður, að koma ekki saman með hinum postulunum. Hann hefði getað horfið á braut og aldrei sést aftur. Hann hefði auðvitað getað gefist upp á þessum félagskap fyrir fullt og allt. En það gerði hann ekki. Hann kom sér aftur í þeirra félagskap. Og hvar mætir hann Jesús aftur? Takk eftir því. En tilhneigingin þegar við erum í trúarkreppu, þegar við erum í erfiðleikum með trú okkar, að þegar við hefum efasemdir, að þegar við erum að berjast, og þá tilhneigingin að falla úr samfélaginu, yfirgefa samfélagið. Það ekki gáfulegt, því að það í samfélagi við aðra trúaða þar sem þú mætir Jesús. Og sjáðu hér í Hebreabréfinu 10, 24 og 25. Það talað hvernig við eigum að hvetja hvort annað til kærleika og góðra verka. Og það getur því sem að stendur hér: gefið gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaða samkomur yðar eins og sumraði síður, heldur uppböruð hver annan, og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Eins og járn brýnir járn, þannig skerpum við hvort annað, og við þurfum að vera í samfélagi. Og það örvar trú okkar og við vöxum í trúnni þegar við erum í samfélagi með öðrum. Ekki síst þegar við erum að berjast við efasemdir eða vantrú. Komdu þér aftur í samfélagið, því það þar sem við mætum Jesú aftur. Og trúin, hún mun eflast og styrkjast aftur. Og oft það þegar maður flytur á nýjan stað, eða byrjar í nýrri vinnu, eða einhver breytingar á högum okkar, að þá það ofta við förum á mis við samfélagið. Og margir upplifa við slíkar aðstæður þá dofnar trúin. Sannfæringin verður ekki eins sterk og við fjarlægjumst frelsaran. Og svo vaknar maður einn dag og uppgötvar maður ekki eins trúaður maður var áður. Hver ástæðan? Það vantar samfélagið við aðra trúaða. Áhrif heimsins ná yfirhöndinni. Trúleysi og efasemdir sem eru allstaðar að finna í samfélaginu kaffara okkur og trúna, og hún dofnar. Því þetta raunveruleg barátta. Og svo finnum við okkur sjálfa á einhverjum stað sem við töldum okkur aldrei hverfa aftur til. Og þá þurfum við að leita aftur í samfélag trúara og styrkjast í trúnni. Og þar fáum við styrk til að snúa blaðinu við, því að þar mætum við sjálfum frelsara okkar, Jesú Kristi. Og þegar við komumst í samfélag við aðra kristna, þá kveikir trúin og kviknar á ný. Það það sem við þurfum að gera, sérstaklega þegar við erum í erfiðleikum. Og svo takk eftir því að Tómas komin aftur í samfélag trúara. Hann með lærisveinunum og Jesú birtist. Og svo segir í versi 27, síðan segir hann við Tómas: kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, og kom með hönd þín á legg í síðu mína, og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði: Drottinn minn og Guð minn. Og það segir ekki að Tómas hafi gert eins og Jesú bauð honum, en ég held að hann hafi hugsanlega gert það. Og við getum þá ímyndað okkur að hann hafi lýst því yfir að
Hann myndi ekki trúa nema hann fá að leggja fingurinn í naglaförin. Og Jesús segir, Tómas, komdu hingað, taktu fingurinn, settu hann í naglaförin. Taktu hönd þína, legðu hann í síðu mína. Og svar Tómasar, Drottinn minn og Guð minn. Hann segir, Guð minn. Þetta er einn skýrasta staðhæfingin guðdóm Krists í allri Biblíunni. Og víða í Nýja testamentinu okkur sagt að Jesús Guð, en hann gagntekinn af þessari staðreynd. Og hann segir bara Drottinn minn og Guð minn. Og láttu aldrei neitt segja þér að Jesús sé ekki Guð. Ekki láta neitt segja þér að hann sé bara sonur Guðs. Og hvað segir Tómas? Drottinn minn og Guð minn. Hann staðfesti það sem við lesum svo víða annar staðar. Jesú Kristur ekki aðeins drottinn, hann Guð. Og hér koma nokkuð dæmi það að Jesús sagður vera Guð. Fyrsta versið í Jóhannesarguðspjallinu. Í upphafi orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og svo vers 14 og orðið var hold og hann bjó með oss fullu náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Svo einnig hér í Matteusarguðspjalli 1:23. Sjá mæri mun þungu verða og son alla, nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Og Páll talar Jesú Kristi Títus 2:13 og segir, í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari vor Jesú Kristur opinberist í dýrð sinni. Þetta svo skýrt að Jesús Guð okkar og frelsari. Og hlustaðu svo á þetta. Jafnvel Faðirinn segir að sonur hans sé Guð. Hebreabréfið 1:8 segir þetta. En soninn, hásæti þitt ó Guð aldir alda og sprotið réttvísinnar sprotið ríkistins. Hvað segir Faðirinn? Ó Guð. Það Faðirinn sem talar soninn. Hásæti þitt ó Guð aldir alda. Svo allt í gegnum reikninguna okkur sagt að Jesús sé Guð og frelsari. Og hlustaðu nú á það sem Jesús segir sem svar við Tómasi þegar hann hefur lýst að hann Guð. Jesús sagði við hann, þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Og taktu til því að Jesús fer ekki að leiðrétta Tómas eftir þessa yfirlýsingu hans. Jesús segir honum ekki að hann sé aðeins boðberi Guðs, að hann sé aðeins spámaður eða góðu kennari. Þessi staðfestir hann orð Tómasar. Það segir Tómas, þú hefur séð og þú trúir. Það gott, en sælir eru þeir sem sjá ekki en trúa þó. Það beint til okkar. Hann að tala til okkar hér. Hversu mörg okkar hafa trúað og þau höfum ekki séð hann líkamlega. Ef þú trúir á Drottinn Jesú Krist án þess að hafa séð hann og trúir því að hann sé ekki bara góðu maður, heldur að hann sé Guð, þá ert þú sæll. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir, trúin fullvissun það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigir auðið að sjá. Og svo í 7. versi, en án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur framfyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann mun umbunni þeim hans leita. Svo að það sem þetta að segja okkur, hver kjarni trúarinnar? Það að trúa á eitt sem við höfum ekki séð ennþá. Og það sem trúin Það athyglisvert að Pétur segir þetta í 1. Pétursbréfi 1:8-9. Þér hafið ekki séð hann en elskið hann þó, þér hafið hann ekki nú fyrir augum yðar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þér eruð að ná takmarki trúariðar, frelsum sálnæðar. Þýðir það að hann sé ekki raunverulegur vegna þess að við sjáum hann ekki? Nei. Mörg okkar geta vitnað raunveruleika Jesú Krists fyrir það hvernig hann hefur breytt lífi okkar.
Það hvernig heilagur andi hefur blásið í líf okkar og umbreytt okkur. Mundu hvað Jesús segir andan. Hann segir, vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þitt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur inn í hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Og rétt eins og andinn hreyfir líf okkar í gegnum samfélagið við Jesú Krist, þá finnum við nærveru Jesú. Það það sem við höfum. Við getum ekki séð Jesú, en við getum upplifað hann. Og hvernig styrkist trú okkar? Það í gegnum þetta persónlega samband við Jesú Krist og að taka mót í honum inn í líf okkar og trúa á hann. Og þegar við gerum það, rétt eins og vindurinn blæs, getum við fundið fyrir vindinum. Og við getum upplifað Jesú Krist í gegnum það sem hann gerir í lífi okkar og hvernig hann breytir lífi okkar. Og við sjáum við hann í allri sinni dýrð. Við sjáum hann í gegnum þetta samband. Og síðan breytust við frá dýrð til dýrðar í hans mynd. Og við skulum enda þetta með þessu síðastu versum í Jóhannes 20. Og hér segir, Jesús gjörði einnig mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi skráð á þessa bók. En þetta ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og þér í trúni eigið líf í hans nafni. Hver var tilgangur Jóhannesar með að skrifa þetta fagnaðarerindi? Að segja frá öllum hinu dýrlegu kraftaverkum Jesú. Tala Jesú svo að fólk trúi á Jesú Krist og eigi líf í hans nafni. Og ef þú hittir einhvern sem að efast, einhver þarf að komast til trúar á Krist, ef einhver í baráttu með trú sína, eina besta bókin sem þú getur bent þeim á þessi bók, Jóhannesar Guðspjall. Og þegar þeir rannsaka Jóhannesar Guðspjall, mun það benda þeim á Jesú Krist. Það mun hjálpa þeim að trúa á Jesú Krist og mun hjálpa þeim að eignast nýtt líf í Jesú Kristi. Og hvernig veit ég það? Vegna þess að ég hef upplifað það sjálfur og ég hef upplifað það að benda öðrum á Jóhannesar Guðspjall, lesa það og ég sé það hjálpa öðrum sem hafa barist við efasemdir. Lesa það í mánuð, til dæmis einn kafla á kvöldi í mánuð. Hvað snýr þetta? Í upphafi orðið var hjá Guði, orðið var Guð. Þú kannski skilur ekki hvað þetta þýðir, ekkert okkar skilur þetta til fulls. Allt bara áfram að lesa. Þú munt lesa kraftaverk og Jesú breytti vatni í vín. Hann hitti konu við brunn og veit allt hana sem enginn gat vitað, nema fyrir yfirnáttúrulega hæfileika. Lasarus reistur upp frá dauðum. Allt þetta mun fanga huga þinn og Jesús byrjar að verða raunverulegur í lífi þínu. Og þegar þú kemur að 19., 20. og 21. kafla, þegar þú lest allt það sem Jesús gerði fyrir þig, þá mun það fanga huga þinn. Þú ferð frá myrkri til ljós. Og eins og Jesús talaði í 3. kafla Jóhannesar endurfæðingu, þá fæðist þú að nýju. Andi Guðs kemur inn í líf þitt. Og þessi Biblía sem virðist vera svo framandi, orð hennar fara að stökkva af blöðum hennar, því andinn nú að vekja þitt til lífs. Og nú nýtt líf með frelsaranum rétt að byrja. Og þú getur sagt eins og Pétur, hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekking á honum sem kallaði oss með sinni eigin dýrð og dáð. Svo ef þú efast, ef þú finnir þig í trúarkreppu, hvað lærum við á þessu? Fyrst af öllu lærum við að það í lagi að spyrja spurninga og Guð ræður vel við spurningarnar. Farðu að náðar hásætti hans með þessar spurningar og ekki bara það. Við lærum að það ekki hollt að fara á mis við samfélag trúaðra bara vegna þess að við erum einhverju kreppu. Ef eitthvað þegar trú þinn ábótavant, vertu í samfélaginu og samfélagi getur örvað þig. Og hvað sagði Jesús? Hvar sem 2 eða 3 samankomnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Hann segir,
ég verð viðstaddur, ég mun mæta þér og hitta þig. Og gerðu þér grein fyrir því að Kristur, hann er upprisinn og það voru fjöldi vitna til að staðfesta það. Og þú þarft að styrkja trú þína, skaltu gera þér grein fyrir því að sælir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa þó, því að trúin er fullvissa það sem er vona, sannfæring þá hluti sem er eigi auðið að sjá.